saman. Hver munurinn á nýju vindunni og svo þeirri gamlu? Fyrst og fremst erum við að fara út í allt önnur og meiri tölvusamskipti heldur en áður. Gamla vindan sem hérna, sem búin að vera framleidd síðan 1995 í óbreytti útlit til nokkurn veginn, en náttúrulega mikil þróun búin að vera á forritinu í henni. Hún getur eingöngu tengst með kapplifi tölvu, frekar hægvirka tengingu. Á nýju vindunni hérna, þá erum við konur með Bluetooth tengingu, þannig að við getum verið í sambandi við sjómanninn og hann getur hlaðið upp forriti. Við getum náð sambandi við hann í gegnum símann við vinduna og hann hleður upp forriti eða við sjáum bara hvað í gangi í vindunni hjá honum og getum aðstofað hann beint í gegnum síma. Eins erum með Wi-Fi tengingu, þannig að hún komið þráðlausa tengingu við tölvubúnað í bátnum og líka náttúrulega erum með sömu tengingun og var áður, þannig að menn geta blanda saman í raun gömlum og nýjum vindum, verður ekkert vandamáli með það. Innbyggt GPS sem hjálpar okkur í framtíðinni við að sýna hvernig hún vinnur í reki. Það er náttúrulega allt önnur hugmynd á bakvið það þegar þú ert að veiða keipa á miklu dýpi, mikið rek, að þá vill færi fara frá þér. Þannig að við getum breytt hegðuninni með GPS-upplýsingum. Einnig möguleiki náttúrulega að nota þetta líka við þjófavarnir og því líkt, en það á eftir að útfæra það nánar hvernig það verður. Þannig að það svona stóri muninn, miklu betri skjár, litaskjár, allt önnur upplausn á myndunum í henni. Menn geta að nota hana nákvæmlega eins og áður. Þeir sem eru vanir að nota þessa 4 takka sem eru hér, að þeir bara halda því áfram. En auka takkarnir sem koma hérna eru bara til þess að auka þægindin í rauninni. En þá í raun og veru hægt að stýra öllum aðgerðum bara beint úr stýrishúsinu til dæmis? Já, þú getur fylgst með hverju vindu fyrir sig, hvað hún að gera, hún að veiða, hún að fara upp, hún að fara niður og þú getur kallað á þær, sagt að fara hverju fyrir sig upp eða kallaðar allar upp í einu, þú vilt færa þig, íti bara einn takka, allar fara upp og þú heldur áfram. Þetta mikið náttúrulega líka í makrílveiðinni, þar sem menn eru á stöðugt að breyta dýpinu sem þeir að vinna á. Þar eru þeir ekki að vinna við botninn, heldur á ákveðnu dýpi og þurfa alltaf að vera að breyta því. Þannig að þetta auðveldar það allt saman. Þið hafið væntanlega kynnt þessa nýju vindu nokkuð. Hvaða viðtökur hafið þið fengið? Menn hafa verið mjög ánægðir með þetta. Menn alltaf búin að bíða eftir að fá að sjá eitthvað nýtt. Og við höfum alltaf verið á undan öðrum, viljum við meina, og við bara tökum stökkið áfram. Og hvenær fer þá fyrsta vindan frá okkur borð í skip? Vonandi í prófanir núna í sumar. Þannig að sölu var að vonandi næsta haust, en maður veit aldrei. Erum við að tala um byltingu þarna? Já, þetta er okkar bylting.